Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Þættirnir eru þessa dagana teknir upp í podcaststöðinni sem algjör snilld fyrir þá sem vilja taka upp hlaðvarp en þar getur einfaldlega bara leigt aðstöðu. Þessi þáttur gerður í samstarfi við Netto og Unbroken en Unbroken fæst einmitt í heilsuhillum Netto. Gestur dagsins hún Anna Marta Ásgeirsdóttir sem frumkvöðull og rekur fyrirtækið Anna Marta á samt tvíburasystur sinni Lovísu og ef þið þekkið ekki þetta fyrirtæki þá verðið þið bara að kynna ykkur það af því að þær búa til besta súkkulaði í heimi og uppáhalds pestó mitt og sonar míns sem við slátrum í hverju viku held ég einni krukku. En verði hjartanlega velkomin Anna Marta. Já. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Já. Sko ég man fyrst eftir þér og Lovísu í hreyfingu, í gömlu hreyfingu. Já, það var einu sinni máttur mér þess að. Já. Ég mista af því. Ég held ég hef ekki verið byrjað að æfa þar þetta hét máttur, en ég man eftir því. En þá var ég ég var að kenna svona lífstílsnámskeið og þið voru með alls konar tíma. Já. Og ég var einhvern tímann beðin að leysa þig af. Ég man ekki af hverju komst ekki og ég var beðin að taka okkur pallatíma og ég hugsaði bara, guð minn góður. Ok. Og það var erfitt að feta í þín spór. Þú náttúrulega bara trillingur með spórin 3 hné og hægri vinstri og ógeðslega flott og fólki var alveg bara, hvar Anna Marta? Já, fólk verður svolítið háð kennarum en ég veit að þarna hef ég kannski haft meiri reynslu en þú Erla mín, þú aðeins yngri en ég. En eins og með allt í lífinu þá það reynslan sem kemur okkur áfram og þekking. Algjörlega. Og held ég bara viljinn í að vilja bæta sig í öllu sem mann langar og hefur passion fyrir. En ég veit það að þú ert búin að feta mörgu sinnum í mín fótspor og margra annar og hefur rúlað okkur upp sko. Þakka fyrir. En mér langar svolítið bara aðeins að heyra þína sögu og bara svona, við byrjum bara strax á bara barnæskunni og svo hvernig endum við svo bara einn dag. Ég elst upp í Breiðholtinu með einingja tvíburasystur minni í Lovísu og Kristjáni bróður mínum og foreldrum mínum og við ég segi oft við þá ég eiginlega að tala sjálfa mig en ég tala svolítið líka okkur systur. Við systkinin fórum í Seljaskóla og kláruðum þann skóla. Við hefum alltaf verið mjög vinnusöm öll saman og bjargað okkur mjög vel með því að bera út blöðin og rukka auglýsingar og verið duglega að taka allar vinnur og passa og gera það sem okkur langaði að gera, okkur fannst gaman og við höfum öll unnið þannig að í lífinu og bara gert það sem okkur finnst gaman með vinnu og svo þegar ég útskrifast úr Seljaskóla að þá langaði mig að fara og gera eitthvað af því að kannski hef átt að segja hann aðeins fyrr en ég með lesblindu og svona hljóðvillu þannig að ég átti mjög erfitt með lærdóm og bara strax í grunnskóla og mér varst bara ég var bara ánað að klappaði mér öxlin ef ég náði 5 en ekki 4,9 og vissi að ég myndi ná gaggó ef ég væri í 5 sko. Lovísa systir, hún náttúrulega dásamleg, hún las allt fyrir mig, þangað til ég var 12 ára. Þannig ég satt bara upp í rúm og hún las og svo gerðum við verkefni saman og hún fór yfir og les og en eitt skipti satt ég upp í rúmi og hún var að lesa fyrir mig, satt við skrifborðið og ég hugsaði, ég get ekki látið hana vera að lesa fyrir mig og ég sko 12 ára. Og ég svona hugsaði, mér langar að gera þetta sjálf og þarna fór ég bara svona svolítið að herða sjálf á mig. Þetta var líka bara pínu, ég fínt að láta hana gera þetta fyrir mig sko. Það var pínu kærleysið, ég viðurkenni það alveg og en þarna aðeins herti ég mig upp og hugsaði ég yrði að gera hlutina sjálf og markmiðið mitt var að ná grunnskóla sem tókst. Mér langaði líka að fara í skóla eftir eða læra eitthvað meira heldur en bara að taka grunnskólan og fara svo vinnumarkaðin þó ég sé sjúklega vinnuglöð að að meðan við vorum yngri að þá vorum við að vinna á Hótel Edda á Laugarvatni
og þá vorum við að þjóna og gera alls konar skemmtilegt og ég hugsaði, já, ok, kannski geta orðið bara þjónn. Fór að tjekka á því og sá að það var aldeilis gott að vera þjónn. Það var sko 1,5 ár í skóla og 1,5 ár að vinna. Bara geggjað, það getur bara orðið þjónn bara eftir pínulítið nám í skóla, sko. Og ég ákveða að fara í þjónin og þegar ég var 19 þá útskrifaðist ég sem þjónn. Og svona seinni hluta námsins þá fannst mér æðislega verið eldhúsinu. Ég var svona að kom desertpöntun og lítið að gera bara, strákar, má ég ekki gera desertinn og eitthvað svona, ég fikraði mig oft inn í eldhús. En svo ég framhaldi af þessu að þá útskrifaðist ég sem þjónn og hugsaði kannski bara hendi mér í kokkin líka því að þú veist, það styttra nám, ég er búin að taka bóklega og þá ég bara komið með bæði þjónin og kokkin. Og ég fer sérst og bið að fá samning á veitingastæðinu sem ég var á, sem hét Óðinsvið þá, og það vildi bara þannig til að þeir voru akkurat búin að ráða kokkanema, þannig að það var ekki pláss fyrir mig. Og ég bara, ok, þá hélt ég bara áfram að leita og fór á næsta veitingastað og fekk vinnu þar. Það var veitingastað sem heit Pasta. Ég hef búin að vera þar í 2 eða 3 vikur að þá hefur Óðinsvið aftur samband við mig og biður mig að koma yfir. Og ég segi hérna, heldur betur ætla nú að vera hérna Pasta, þetta bara geggjaði staður, frábært. Ég hef búin að kynast krökkunum sem voru að vinna þarna og mér finnst bara gaman að fá að tjala sem að öðru stað og bara hérna sagði Óðinsvið að ég ætlaði bara að halda mig við Pasta. Svo ég búin að vera hérna í ykkur 6 mánuði að þá kemur eigandinn til mín og lætur mig vita að hann veitingastæður mun ekki fá nemaleyfi. Þannig ég hef búin að vera með 119 krónur á tíman í 6 mánuði og ég hugsa bara, ok, ég að fara að safna pening sko og ég bara ákvaða að stiga til hliðar og hef ekkert farið meira í kokkanámið en svoleiðis. Þannig að allir þessi 6 mánuði gildu þá heldur ekki upp í námið? Nei. Eða þú veist, ég tjekka ekki eins og náði, ég fór bara að vinna annað og svo sagði, já, ég fer bara í kokkin þegar ég er tilbúin aftur og svo hef ég ekkert gert í því. En ég fór bara að vinna og hugsa bara, ok, nú ætlum ég bara að safna með pening og vera flutt snemma að heiman. Snemma, já, 20 því ég keypti við mína fyrstu íbúð. Já, vá. Og hérna, já, svo bara hélt ég áfram að vinna og ég framhaldi af þessu að þá, sérst við, fjölskyldan voru með útflutningsfyrirtæki, vorum í fiskgeirunum í mörg ár. Og já, það þannig að þú veist, þú byrjar oft í fjölskyldufyrirtæki og svo ertu bara það eiginlega, en mér langaði alltaf að gera eitthvað annað heldur en að vera þarna. Þannig ég fór að læra alls konar með. Ég fór í háskólan að læra eitthvað sem var ekki háskóla gráða heldur eitthvað námskeið eða eitthvað, veist. Þannig ég var endalaust að ná mér í alls konar visku varðandi heilsu. Sama hvort það væri mataræðið eða hérna einhvað varandi hreyfingu og svoleiðis. Hvar heldur þetta að byrja þessi áhugi fyrir heilsu? Sko, ég byrjaði að hreyfa mig svona almennilega 20. Ég hreyfði mig náttúrulega bara rosa mikið fram þangað til nánast ég fór að læra þjónin. Það var meira bara svona þessi aldur, maður bara að tjúta og lifa lífinu aðeins og svona og áður en það var, þú veist, það voru við öllum íþróttum sem til voru og þú veist, við vorum komnar snemma í íþróttasalinn að aðstoða leikumiskennaran í Seljaskóla því að þú veist, mér varst það svo bara dásamlegt og ég hef alltaf sagt ætla frá því að ég var pínulítil að ég ætla að vera íþróttakennari en þú veist, ég hef aldrei fengið diplóm sem íþróttakennari en ég er búin að leika með sem íþróttaálfurinn, þú veist, bara frá því mann eftir mig nánast en 20 þá fór ég meira bara svona hreyfa með almennilega og taka þetta svona all in og í leiðinni fór ég líka bara að hugsa mataræðið að því að ég er svona magapjessi og fór snemma á pensilín sem unga barn og var meira að minna á pensilínu bara þangað til ég var 12 ára. En hérna, ég man eftir, ég var að keyra upp Öskuliðina og þá í útvarpinu kemur eitthvað ráðstefna með verki á Hótel Sögu og ég bara, ráðstefna með verki? Ok, ef fullt af læknum að hittast á Hótel Sögu að tala verki, þá ekki eðlilegt að vera með verk alla daga í maganum. Og varstu alltaf með magaverk? Alltaf bara óþægjandi, þú veist. Já. Ég laðist ekkit, ég fór aldrei upp í rúm og það ég meina, ég hélt alltaf áfram, ég leti ekki verkin að stoppa mig, basically. En þetta ónót og bara óþægjandi og allt þetta, þannig að ég fór bara að hugsa bara meira ok, þetta getur bara, kannski bara verið mataræðið. Og fór bara hægt og rólega að taka mataræðið mitt í gegn. Og aldrei neinir öfgar
þú veist, tók allar mjölkuvörur út, tók hveiti og sykur, ég gerði þetta ekki á einu degi, ég gerði þetta alveg á 2-3 árum og já, fór bara að hugsa meira að borða hreint og allt það sem til og sem hefur haldið svo sem áfram að gera í dag, sko. Og ég held að það sé það sem við systurum að gera í dag, það bara svolítið að koma þessum dásamlega kærleik í næringi, basically svona semi-réttri næringu og til landans. Já. Kærleik í krukku, eins og það er svo fallegt. Kærleikur í krukku, það er svolítið hannig. Já, aðeinslegt. En hvert vorum við komnar? Við vorum komnar Sko, já, ég er bara komin að hugsa heilsuna mína og tvítugt. Og svo tvítugt fer ég að, sem sagt, þá var ég mjög mikið basically að hreyfa mig sjálf og í stöð út á Nesi sem heitir Ræktin og þar var ég bara fastakunni og var í tímum hjá einni stelpu mjög oft og í þessum tíma og hún ólétt, það var svo skemmtileg tilvill og hún fær eitthvað í grindina og hún lítur á mig og segir, getur þú tekið við? Og ég bara, já og bara fór á pallinum og ég man ekki hvað ég gerði en ég kláraði tíman og eftir þetta var, já, heyrðu, ég get nú alveg fara að gera þetta og þá fór maður í námskeið að læra þetta og allt sem tengist þessari heilsu að hreyfa aðra. Body pump og allt þetta? Já, ég bara name it, sko. Þannig að maður hefur prófað alla flóruna í tísku bylgjum sem komið hafa til Íslands síðastliðin, má maður segja áratugi, já, það er þannig, sko. Þannig að hvenær byrjaður þarna að kenna? Já, ég er svona 21 þegar ég byrja að kenna. Þannig ég er búin að vera að kenna í 30 ár. Já, vá. Oh my. Sést ekki á mér, en ég er samt, já. Nei, þú ert mjög ungleg. Já, ég er mjög ungleg. En maður er bara unglegur en maður hugsar heilsun sína. Það er svo leis. Algjörlega. Ég veit bara, það lengi lífið eins og flestir gerðu fyrir nokkrum áratugum, þú veist, fólk æfiði vegna þess að það vildi vera grænt og þú veist, það var low fat og þú máttir ekki borða neitt annað en léttalega gott og enga fitu og allt þetta. Í dag, sko, held ég og ég veit og ég finn það að viðhorf til hreyfingar annað í dag. Veist, við erum að hugsa heilsun okkar. Þú veist, ok, það einhverjir að hugsa kannski heilsun og að létta sig, massa sig og allt þetta en aðalega að þú geti verið 90 ára og gert það sem langar eða 100 ára og gert það sem langar, sko. Akkurat. Einmitt, mér finnst, sko, ég fekk bara allt í henni svona minningu í hugan að því vorum að tala hreyfingu og þar var ég á tímabili að sjá svona lífstílsnámskeið, var með lífstílsnámskeið og ég gleymi því ekki hvað ég var svona mótfallin því að það var verið að vigta þessar konur í hverja einustu viku að því að kíló þyngd segir ekkert heilsuna. Geta alveg verið sammálaðið og, og ég man svo eftir því að það var einhver kona sem henni leið bara rosalega vel, steig svo á viktina og var ekki búin að haggast eða jafnvel kannski þyngjast 500 grömm sem eðlilegt bara ef mismunandi stað og tíðarhring bara vatni sem hún drakk í tímanum, sko. Eða það. Og þá var bara, ég sá bara svipnum dagur var bara ónýtur og ég hugsaði, ok, þetta ekki vænlegt til árangs. Veist, maður á ekki verið að vigta sig vikulega ef einhver að hlusta og reyna árangri, notið speilin, líðanina allan í dag, sko, þú veist, í gegnum mína þjálfun sem ég þjálfi í dag eins og mataþjálfun þú veist, bara í fyrsta viðtali þá ræðum við þetta og ef fólk segir eitthvað vikt þá segir bara, ok, nú bara leggjum við hann til hliðar og við bara, þú veist, tölum ekki viktina eða neitt, þú bara mælir allt í gegnum líðan þú veist, það getur verið svefnin, það bara vastrykja, það eins og þú segir, konur á blæðingum eða tíðarhringurinn, það getur verið allt saman og þú veist, við getum það svo mikið, sko viktin, þú veist, það eru einhverjum með viktir sem vita það að þú ert kona eða kall og þú ert þetta stór og allt þetta en það eru færri heimil með þannig vikt heldur en fleiri og þetta bara vikt, þú getur stíja á hana og vikti veit ekkert hvort þú sést búin að kúka eða pissa eða hvort þú sést í fötum eða hvort stór eða hvort þú sést bara barn eða risastór einstaklingur, sko. Þannig að þetta eru bara tölur, sko. Akkurat. Þó að lífi sé eintóma tölur að þá bara þetta tölur sem eru já, sem ég vil helst ekki að fólk miði við, sko. Algjörlega. En segðu okkur endilega frá þessari þjálfun sem þú ert með, matarþjálfun. Matarþjálfun, já, sko, matarþjálfun er þannig að ég tek viðtal og við bara spjöllum í gegnum Facebook message og það bara svona basically klukkutíma viðtal og ég svona bara að læra inn á þig og við erum svolítið bara að ræða saman hvernig lífsrútínuðin í dag
hvernig startar deginum og varandi líka bara fjölskylduna að því að breytingar sem viðkomandi gerir á ferðalaginu eru breytingar sem þú kemur þá með inn á heimilið. Þú ættir ekki að þurfa að elda bara fyrir þig eitthvað og svo allir fá eitthvað annað. Nei, þá gefst mann bara upp. Nei, nákvæmlega. Og svo eru bara svona breytingar meðan sko þú ert að hugsa að gera breytingarna þá eins og bara þú ætlar að auka grammiti eða eitthvað svona, þá ferðu með það inn á heimilið. Og ég er líka bara að kenna, hvernig getum við auðveldað grammitsneyslu inn á heimilið án þess að einhver fara að pikka út úr matnum eða eitthvað svoleiðis, þannig að bara svona svolítið líka hlusta á börnin, ekki bara sjálfa eða hvað þér finnst best, heldur bara keyptu alls konar og leyfðu börnunum þínum og eiginmanninum eða öfugt, eigin konunni, að tvista svolítið með því sem þú ert að gera sko. Svo náttúrulega hugsaum við bara að þú fáir þitt prótein, fitu, trefja, kolvetni og hvernig þú getur búið til þína fæðurútinu sjálfur, en þetta er oft bara, það er morgunbátið, svo er klukkan 10, það fara allir í kaffi klukkan 10, svo er hádegismatur, það átt að borða, svo er matur í vinnunni eða kaffi klukkan 2 og svo klukkan 4 ertu kannski að fá þér eitthvað eða ekki neitt, kemur heim úlfur, eða borðar ekkert frá hádegi, þannig að svolítið bara, þú getur alveg farið í mat og sósíalífið, en þú þarft ekki að endilega borða ef það hentaði þig betur að borða klukkan 11:30 heldur en 12. Þú verður svolítið bara að finna að því það er engin eins en það er svolítið búið að móta okkur að við eigum að vera allir eins og við eigum öll að þóla þennan mat og geta borða þetta og svo er ég líka bara svolítið að skoða því ég sjálf var með mikið svona fæðu óþól sem hefur svolítið vaxið að mig bara í gegnum því að breyta matarvenjum mínum sko og þá erum við bara að fara í gegnum alls konar þannig hluti og svona síkta út hvort við ættum að sleppa eins þessu og finna hvort það sé munur á þessu og þessu og svo erum við, svo viðkomandi tekur myndir af öllu sem hann borðar. Hann þarf ekki að skrifa tíminn svo bara svo gera, af því að ég hef sjálf verið í þjálfun og þurft að skilin matadagbók, handskrifuð og þú byrjar og sómasamlega bara að gera allt sko, svo ferðu yfir eitthvað morgun, skrifðu eftir og svo þetta, svo bara allt í einu kvöldi bara, sæll. Þannig að ég er alltaf bara, það er allir með síman, þú bara myndar, þú sendir mér bara myndirnar bara yfir daginn eða seinna kvöldi bara því þér hendar og ég spyr þig út í myndirnar frekar og ég segjum að diskurinn sé með hálfur hrísgrjón, smá kjúklingur og 2 gúrkusneðar, þá segi ég mingum grjónina þess, setjum meiri kjúkling, setjum meiri gúrku eða það grænmeti sem við viljum fólk er að prófa sig áfram, ég kenni fólki líka að vinna sér í hæginn, það er gott að gera þetta í dag, eða þetta, gerðu 3-faldan skamt, vinnaði inn í vikuna, þannig að þú ert ekki að elda hvert einasta kvöld, eða skera papriku á hverju kvöldi, ég kenni aðferð hvernig er gott að geyma og bara, eins og fyrsta máltíð, fyrir mér er bara fyrsta máltíð dagsins en ekkert endilega morgumatur, fólk er alls konar í hvenær það fær sér fyrstu máltíðina. Þannig að við erum svona bara finna út hvað hendar hverjum að einum. Vastrykja, það er bara, tala svo mikið hendunum að mækin er farin út allt sko. Vastrykja, við hugsum líka það og bara, hvernig störtum við deginum? Bara, og svo er ég bara í þess að við erum, þetta er 4 vegna prógram, eða eins og ég segi 4 vegna svona ferðalag og í flestu tilfellum er fólk bara búið að átta sig á hvað hendar því, bara fljótlega annar viku, ég vil 3. viku og sumir halda áfram eru óöryggir flest allir bara að því ég er alveg vissum að fólk geti plámað sér eftir 4 vikur fólk hættir eftir 4 vikur segjum það, kemur svo kannski aftur á næsta ára þegar vil komast aftur inn á réttu brautina en í flestu tilfellum að þá er fólk að ná alveg frábærum árangri og þá er það aðalega eins og ég segi bara þessari heilsu, vaknar hressari, er hressari við daginn, finnur að orkan er stabil yfir allan daginn, langt fram til kvöldi, allt í unum bara að fara að gera eitthvað fáránlega hluti sem það er lág fyrir hana sjónvarpið, 2 vikum fyrr sko, þannig að kannski fara að hreyfa sig, ég kemur alls konar tips eða þú verður aldrei hreyftið hvað þú getur gert til að bæta úr því, þannig að ég bara svona vinn með þér sem einstakling og þetta er mjög svona bara persónuleg nálgun fyrir báða einstaklingana og þau hafa aðgang á mér alltaf 24/7
þannig að þau fá alltaf svar frá mér, þó kannski ekki hánótt en það alltaf svara við öllu sko. Já, það reyndar þannig sko, ég virði svefnin minn mjög mikið. Það gott. En hvað heilsa fyrir þér? Heilsa náttúrulega margir pólar sko. Mér finnst heilsa vera svo að þykja svolítið vænt eigin heilsu með bara eigin líkama. Þetta bara húsið þitt, hvernig líður í húsinu þínu, bæði líkamlega sem andlega. Ég segi oft sko, þegar við erum hjón, 2 einstaklingar og við vitum það að ef það kemur eitthvað upp á hjá okkur hjónunum þá það oft vegna þess að við erum kannski ekki að sinna hvort öðru eða þá að við erum ekki að ræða saman. Þetta alveg eins og ég segi með meldinguna. Þú veist, hlúum að meldingunum þið þarf alveg að þykja vænt meldinguna þína. Þið þarf að þykja vænt það sem þú setur ofan í þig. Alveg eins og þið þykja vænt makaðinn sem þú tala við, þú veist, þið ræði hlutina, þú ert basically bara að ræða við líkamann, já, ok, nú ég bara að setja góða næringu í þennan líkama og hvernig bresta við, hann verður bara hamingjusamur, hello, þú veist, hvað það? Það það sem við viljum öll. Það svona partur að heilsa að næra sig fallega og falleg næring finnst mér að vera litrík næring og það oftast fólki í fallegu grænmeti, fallegum ávöxtum. Við viljum kjöt, fisk, kjúkling, baunir ef það hendar þér, bara að hugsa sko hvernig líður mér og ég vil borða hægt og finna tilfinninguna hvað þið setja en maður þarf ofta að gefa sér tíma. Þetta svo mikið að fólki hjá mér borðar ekki mikið grænmeti þegar það fæ svo illt í magann og ég bara ok, þú veist með gulrót, þú bara hakkar niður hún allt í henni búin, en þú tókst hana kannski 3 bitum og valla tugðir. Þú neglir nonni maðana og bara hvað það maginn að gera, það bara að byrja því, já, ok, nú þarf ég að fara að fara í bara mikla vinnu við að reyna að brjóta þetta niður og þú verður auðvitað út þannig og prumpar kannski eitthvað, þú veist, alls konar aukar í staði fyrir bara notaði munnin, eða þú veist, notaði tenninar, tegðu, ok, það tekur tíma, en þú finnur allt öðru í sér bragð að matnum og þetta svona eins og við köllum bara núvendund. Ég reyni eftir fremstu megn að gera þetta alltaf, en ég þarf ofta að banka í sjálf á mig sko. Akkurat, maður svona reynir að vera ekki að gera neitt annað á meðan maður að borða, það eiginlega besta leiðin. Þegar ef fólk að skrolla í símanum eða horfa á sjónvarp eða eitthvað, þá það búið að borða miklu meira og hraðar en það ætlaði sér. Og líka finnst mér mikilvægt að setja bara á diskinn þar sem þú heldur og mér finnst mjög mikilvægt að börn fái að setja á diskinn sinn sjálf. Að ekki við séum að setja þar, ég meina auðvitað er að viss aldur, en að við sem foreldrar séum alltaf að skammta börnunum okkar, að við getum líka alveg skammta þeim of mikið, sko, og við getum líka skammta þeim rangt á diskinn og til dæmis mikið af fólki býr alltaf til salat og barnið borðar ekki salat, en það kannski borðar allt grænmetið sem er í salatinu, borðar bara ekki þetta græna. Þannig að þú getur skorið allt grænmetið og setta á borðið, fallega uppsett, mismunandi skurðum, þú veist, bara lyktuð þér og settur salatið bara sér. Nema þú eiginmaðurinn og elsta börnin vilja salat og bara býrðu spes fyrir þau til salatið, leyfðu börnunum að velja sér sjálft. Af því að þú veist, allt í henni bara uppgötur að barnið þetta að borða þetta og hitt. Rosalega mikið af fólki sem er hjá mér í þjálfun að uppgöta að börnið að borða egg. Þú veist, af því að þau hafa aldrei boðið egg. Og líka fólki náttúrulega fer sjálft að hugsa meir að fá sér eggin í daginn og svoleiðis og fer að sjóða og kannski býði barninu og barnið alltaf bara búið að borða 3-4 egg og þú veist, borða barnið mitt egg. Það bara því það hefur kannski sjálft ekki verið heldur að sjóða egg eða búið til ómellettu mikið eða verið meira í svona öðrum matavinum. Það egg náttúrulega bara geggjað. Ekki geggjað, uppáhaldsmorgum þetta hjá mér og Hilmi mínum, það er ekki hræra með græna pestofunu. Já, það náttúrulega bara dundur, sko. Ég trúi því að það sé gott, sko. Smá súrkál á kantinum kannski. Já, þið eru bara sama pakka og ég, sko. En þú spyrir heilsa, þú veist, heilsa er líka náttúrulega bara þessi hreyfanlega heilsa. Þú veist, eins og ég hef oft sagt, sko, fólk er í tíma hjá mér og maður kannski með eitthvað tíma sem er hörku tíma og maður sér að fólk er að púla, þetta er erfitt og ég myndi ekki vilja vera í þessum fótsporum sem þau eru og ég skil vel að þau vilja gefa mér löngutöng sko og ég skil það vel að því að þegar við erum á þessum stað
þá erum við bara tjöfell, ertu leiðilegu kennari, þú veist, þetta er bara svo neikvæðar hugsanir, eins og þegar þú ert búinn, þá ertu svo glaður og þú veist, það hefur engin labba út af tíma og ekki gefa mig 5, sko, ef ég byrja, það er allir bara, já, þetta er svo geðveikt, þú veist. Ertu ennþá að kenna? Já. Spyr enginn hvort þið systir eigi fleiri tími í sólarhringnum en aðrir eða? Jú. Það er alveg þannig. Jú, við erum báðar að kenna. Lofís er að kenna út af Seltjarnarnesi í vörklass og ég er inn í Smáralind. Við erum báðar hjá vörklass. Af hverju Smáralind? Það er bara því ég býr rétt hjá og ég elska að hreyfa fólk og ég elska að hreyfa mig. Ég finnst bara, þó ég sé búin að vera í öll þessi ár, þá myndi ég, ef ég myndi hætta að gera það sem ég er að gera í dag, þá er ég að framleiða kærleikugrukk og alla þessa dásamlegu súkkulaðarhingi, að þá færi ég bara í að þjálfa, sko. Mér finnst þetta bara æðislegt. Er það ennþá morgun Hannas? Já. Við erum alltaf að kenna klukkan 6. Við erum 5 árar, sko. 5, já. Við vögnum alltaf 5 og nýtum daginn mjög vel. Reynum að báðar, Lofas, ég reyndar sef ekki hjá henni, en hún hjá mér, hún sefur í öðru húsi, en við reynum svona að vera farnar upp á milli 9 og 10. Yeah. Eftir að við byrjum að framleiða svona mikið súkkulaði, þá hefur 10 oft verið fyrir valinu, því miður, en við við erum mjög miklu morgun hennar. En handgerið þið allt sjálfar? Já. Þetta er rosalega mikil vinna. Já, við handgerum allt sjálfar, en við erum líka með starfsmenn hjá okkur. Við erum með 2 dásamlegar stelpur í vinnu hjá okkur og svo erum við náttúrulega bara, við erum æðislega íminn og við erum æðislega börn þannig að þau eru ótrúlega duglega að hjálpa okkur og það er bara það sem er að halda okkur gangandi er hjálp sem er hinna með okkur, sko. Já. Og þú sagðir að þetta hefði vaxið frá einhverjum örfáum krukkum að viku upp í hvað? 1000? Já, við höfum sko ég sagt, fyrirtæki hefur vaxið mjög hratt á þessum 3 árum frá það ég fór að framleiða döðlumök og pesto. Af hverju er ég að framleiða döðlumök og pesto frekar en eitthvað annað? Ég var með fyrir nokkrum ára síðan að bauði upp að námskeið sem myndir ævintýraferð bragðlaukana og þetta var svona námskeið sem ég fór í heimahús, tók með mér alls konar niðurskori græmeti og svo var ég að leika mér að gera bara svona sósur í krukka því við Íslendingar eru algjör sósu þjóð, sko, og uppistæðan í sósunum þá var kasjánötur og basically vatn. Svo lék ég mig bara með alls konar brauð og svo var ég með pestóið mitt sem ég er með í dag af markaðinum og döðlumökið og 2 tegundir pestói og svo tók ég með mér svona flatbrauð sem ég bakaði bara kornmeti og bjóti mín einn tómatsósu og með laktosufrían ost og fólk var basically bara pizza og græmeti, sko, fullt af sósum og ævintýraferð bragðlaukana varð fyrir valinu vegna þess að ég sagði voða lítið við fólk hvað það var að borða. Það átti bara meira, ég fór bara í svona hei, hvað er þetta? Og var svona, þannig fólk var bara í 3 klukkutíma að borða og var svolítið svona geti eðnar hvað það væri og sumi fengu eitthvað annað bragð og ég fikk líka fullt af hugmyndum með þessu námskeiði, sko, og það var iðulega spurt get ég keypt pesto og þessar 2 tegundir pesto og döðlumök. Svo kom COVID og maður gera ekki neitt. Þá var ég sérst að hætti fjölskyldufyrirtækinu og var búin að vera að þjálfa bara straight í rúm 2 ár og þá var náttúrulega öll lokað og læst og ég sitt ekki ækjarlaus en ég fór þá að þjálfa á netinu og fór svo að dúlla mér í að koma pesto og döðlumök á markað. Það kom fyrst á markaðinn og svo í framhald af því að þá er ég með fallega sögu að súkkulaðarhingjunum, sko. Já, segðu okkur endilega frá henni. Þó ég þekki hana, þá eru ekki margir sem þekki hana ekki. Nei, þetta er alveg dásamlega falleg saga. En sagt, þegar ég og maðurinn minn giftum okkur 2005 að þá, í staðin fyrir að þykja gjafir, að það þáðu við að fólk myndi leggja í verkefni sem við höfðum hugsað okkur að gefa. Við vorum búin að vera með augun á mörgu en aðalega verða Barnaspítal Hringsins sem við hugsaðum að gefa einhvers konar fíguru, skemmtikraft, eitthvað sem getur létt lundina fyrir lítil sem stór hjörtu. Og úr varð að við gerðum ísbjörnir hringur og fengum Björgvin Frans til að hjálpa okkur að leita af leikonum til að leika hring. Af því að hringur er bara stór, flottu gaur sem kemur á spítalan og inni í búningnum eru leikonur
og núna í dag reyndar strákur sem að leika hann, en Hringur hann 17 ára og hefur stundað það að koma á Barnaspítalann síðan þá, en með því að fá leikonur í verki þá þurftum við náttúrulega að borga þeim laun og fyrstu árin að þá vorum við að fá styrki, svo kemur hrun 2008 og þá bara loklega læs allstaðar og þá við áttum smá fjármagn til þá, en í framhaldi af þessu að þá hugsaði ég, ok, þú veist, við þurfum að gera eitthvað til að halda Hring gangandi, af því að við gáum ekki, Hringur samfélag sem heitir Vinur Hrings og Barnaspítalann á ekki Hring, sem sagt. Samfélagið okkar á Hring, af því að við hugsaum, ef við gefum Hring inn á spítalann og það alltaf verið að draga saman og bara, ok, þetta mikið fjármagn í Ísbjörnin Hring, við skulum hingra eins með það. Það myndi kannski bara svona, og það var ekki það sem okkur langaði, þannig að það hugsaum við að búa til samfélag sem heitir Vinur Hrings. Svo var ég bara í eldhúsinu með krökkunum mínum einn jólin og þau voru að gera eitthvað kökur og ég bræði súkkulaði, teki eitthvað korn og henda á og svo var, þetta fallegt. Heyrðu, ég ætla að tekka á þessu. Gerði ykkur 50 póka, handskrifaði hvað var í þessu, hafði þessu samband bara við vini og ættingi og pókarnir seldust bara á metin saman. Svo, ok, þetta getur kannski verið hugmynd fyrir að fjármagna Ísbjörnin. Sem úrvarð að hver jól, það fjármagn voru við, fjölskyldan, að búa til súkkulaði sem hét Dásemd þá. Og Dásemd basically einn af hringjónum okkar í dag, en við erum alltaf annað súkkulaði, allt þetta, en hugmyndafræðin þar á bakvið. Ég held, voru ekki svona Goji Bear, Jú, Goji Bear. Ég nefnilega mann svo eftir þess að ég hefði aldrei séð þau áður. Já, jú, við vorum með Goji Bear, bara graskisfræði, sólblómafræði, alla þessa geggjuðu trefja sem við viljum fá, sem ekki unnir bara beint úr hreinir. Og svo fyrir 2 árum síðan, þá fæ ég tölvupóst frá einum sem yfirmaður í Krónunni, eða hann sér innkaupadeild í Krónunnar í Nammi. Þá hafði hann komist yfir Dásemd og hann bara misti sig og hún fannst bara geðveikt og vildi, eða spurði hvort ég væri til í að koma með eitthvað í Nammi-deildinni í Krónunni, helst fyrir páskana. Og hann hafði samband við mig bara rétt eftir áramót, það var í janúar, og ég var bara svona, búið til Nammi fyrir að vera verslun, þú stór verslunarkeður, ég ekki alveg þar. Svo bara, nei, Anna mín, þú bara, halló, þú lætur ekki svona framhjá þig fara. Þannig að úrvarð að ég gerði páskaegg og súkkulaðiplötu. En að því að ég gerði allt handvirt og að gera 1000 páskaegg, líma saman, málsáttur og eitthvað, og ég basically fekk bara 20 og eitthvað daga til að gera þessa pöntun, og þannig að þetta var bara svolítið svona quick, en sjúklega kærleiksríkt. Umbúðirnar verið gerðar í lok COVID, það allt einhvern veginn, þetta bara sjúklega lærdómsríku ferill, við minn eini, og bara ef maður horfir tilbaka, það bara, hvað maður að hugsa með umbúðir og alls konar, en þetta var bara skemmtilegt. En það sem ég hugsaði þarna var að ég setti lakrísplötuna með og hugsaði, ok, þú veist, ekki bara eitt, en ég veit að platan verður svona, hei, þetta eitthvað annað. Þetta eitthvað annað, ég bara, þú veist, ég verði að fá meira þessu, þannig að það var svona umtal, ok, ég alveg komið með þetta, þú veist, ég veit að fólk vil meira þessu, þá erum við komin með eina tegund viðbót. En að því að Krónustrákurinn vildi, eða hann hefur samband við mig út af Dásemd, og ég hugsa, ég verð að koma með eitthvað sem svona hint af Dásemd, og það var bara ég sem var að ákveða þetta. Og spyr hann bara hvort ég með ekki koma þá líka með Dásemdar hugmyndina inn, og úr varð að við gerðum hring, maður minn kemur, ég er búin að prófa alls konar og við vorum búin að prófa svo marga tegundar súkkulaði að maður minn kemur og segir bara, akkur gerur þetta ekki bara svo pizzu? Og þarna var bara svona hringur pizza, og við hugsaðum aldrei Ísbjörnin Hring, ég hugsaði aldrei hringur, Ísbjörnin Hringur, þetta var bara súkkulaði, ég var aldrei að púsla þessu saman, en það Ísbjörnin Hringur, fígur á Barnaspítal Hringsins, og hringur súkkulaði. En svo var það bara smellpassað. Já, svo bara það þannig, en svo
hættu við að framlega dásemd og í dag höfum við látið 300 krónur af hverjum tropikring renna til Ísbjarnarins rings jólin. Okay, þannig að þú veist, fyrirtækin að kaupa meira af tropikringnum vegna þess að hún rennur 300 krónur til Ísbjarnarins. Þannig að verkefni ennþá full swing, hann náttúrulega orðið 17, komið bílpróf og lætið sko, en svaðalegu tappi sko, ótrúlega skemmtilegur Ísbjörn og hefur glatt svo mikið að stórum sem litlum hjörtum að það bara óendalegt þakklæti. Fallegt. Já. En af hverju Ísbjörn? Hvaðan kom það? Við fengum, við hugsaðum að koma með mýkt inn á spítalan. Það var þegar spítalan var nýbyggður, hann var svona grár, svolítið svona kaldur og horður utan, en við fórum með hugmyndina til teiknara og sögðum bara hvað við vildum og hann teiknaði Ísbjörn. Þannig að úr varð Ísbjörn. Við lögðum rosalega mikið upp úr til dæmis búningnum með að því að ég hugsaði bara, maður búin að horfa svolítið vel á Söngaborg og þú veist, Masi var þarna, þú veist, og hann er bara svampur og hann dettur, þú veist, það var bara stoppið upptök, þú veist, hann datt, þú veist, það verður að hjálpa honum upp. Ég hugsaði bara, ok, ég vil að Hringur komi sér spíkat og þegar hann tekur barnið fangið, þá fer barnið að mér, ekki að bumbu, sko. Heldur bara alveg að þeim sem tekur utan hann. Hann getur spilað gítar, hann getur teiknað, hann getur skrifað einandaáratun, hann getur gert allt. Mér fannst það svo mikið atriði að hann væri bara svona raunverulegur og getur farið í splittspíkat eða alltaf. Yeah. Og hversu oft í viku kemur Hringur í heimsókn á spítalanum? Sko, fyrir COVID þá var hann að koma einu sinni í viku. Svo kom COVID og hann fór ekkert af því tímabila, gerist voða lítið. En núna er hann byrjaðar aftur, byrjaði kröftulega núna fyrir, já það er ábyggilega komið ár síðan. Og er að koma cirka einu sinni í viku. Fer eftir að þegar hann fari verkefnið, Hringur, eða leikarinn, að þá fer hann á stofugang og það verður alltaf einn að vera með honum sem er þá kona sem vinnur á leikstofu. Þannig hann þarf alltaf að vera með svona aðstofamann með sér. En ef hann er sjálfur bara á leikstofunni, þá þarf hann ekki aðstofamann. En ef er stofugang, þá þarf hann aðstofamann. Þá er oft stílað á hvenær hún er á staðnum. Ótrúlega fallegt verkefni. Mjög svo. En var einhver sérstök ástæða fyrir þau völdu barnaspítalan að styrkja hann? Var einhver tenging? Maðurinn minn bara hann hugsaði þarna og laði þetta upp fyrir mig, hann á hugmyndina bara, hei, gerum þetta svona frekar, ég bara já og ekki það að mér hafi langaði kristalskáli í brúkuskjöf, alls ekki en hann bara kom með þessa hugmynd og hann var búin að vera að vinna í verkefni og átti sér að það var erfitt að fá greiðslu úr þessu verkefni og hann hugsaði, þegar ég fæ greitt úr þessu verkefni, þá fer það ekki ógerðmál að þetta búið að vera mikil barða fyrir hann. Þannig að hann fekk og úr því var það að Hringur það verkefni að vatta upp á sig og er ennþá á lífi. Hvernig er hægt að leggja þessu lið? Það er bara, já, það er semst inn á Vinir Hrings, það er Ísbjörnir Hring inn á annamarta.is heimasíðunni og svo er bara hægt að hafa samband beint við okkur. Það er mikið af fólki sem er að styrkja Hring en það styrkir Barnaspítal Hringsins sem er líka frábært mál, sko. Fólk má alveg, þú veist, ég sé ekki eftir neitt krónu sem fyrir þangaðin heldur, sko. Nei. Þannig að, en fólk getur lagt inn á eða haft samband við okkur, þá getur við uppvistu hvar er hægt að leggja inn. En ef við förum aðeins aftur í heilsuna, þú varst búin að segja mér svona hvað heilsa er fyrir þér, en hvað gerir þú svona sérstaklega til að hugavila heilsuna? Ég veit þú hreyfir þig og borðar holt og þú segist fara snemma að sofa. Já. Er eitthvað annað svona sem þetta eftir hug sem þú gerir svona til að hugsa heilsuna? Sko, ef ég myndi segja akkurat núna eftir til dæmis þessa helgi þá er ég með innfröðunan kleifa og mér finnst dásamlegt að fara í hann og við erum líka með heitan pott og svona ég hef ekki verið einstuglega fyrir pottin en ég reyna að fara í klefan og svo koma tímabil hjá manni sem er bara mikið að gera. Það er búið að vera alveg rosalega mikið að gera og það sem hefur kannski svolítið ítt mínu, ég er alltaf með mitt passion fyrir hreyfingu og vill gera, ég hreyfi mig fyrir mig, nummer 1, 2 og 3 því að ég vill geta byggt mig eftir barnabörnunum, ég vill líka þú veist, ef þú segir við mig, ef að fara í esuna bara get ég fara með þér í esuna eða ég get fara út að hlaupa með hundana og ég get bara gert það sem ég langar að gera
en ég væri alveg til í stundum sjálf að geta svona lagt til hliðar eitthvað og hugsa betur sjálf á mig. Ég elska til dæmis bara sjálf að kenna heitutímanum mína, þó að ég sé að leiðbeina fólki í heitutímanum að þá maður sjálfur að fá þennan innri frið, maður að losa, þú veist, við erum með rúlla, við erum með band, hérna, ég með stangir, ég að losa bandöfin og tegja og allt þetta og það, ef ég fengi kvalita tíma sjálf á mér, þá væri það basically bara föstastímandi mínir í degri, sko. Yeah. En ég æðislegt að fara út að hlaupa, þá næ ég einhverju smá svona tíma með sjálf mér, en ég hef því miður þurft að eyða miklum tíma á hjólinu mínu. Ég segi því miður að eyða miklum tíma. Ég hef þurft að vera mikið í tölvu þegar maður stendur ekki on the floor að framlega, þá fer tölvutíminn svolítið til hliðar en þú þarft alltaf að sinna honum líka og ég með svona hjól trainer og svo með tölvuborð, þannig að ég á trainer að vinna í tölvunni. Ok, það kallaði maður multitaska. Það kallaði maður multitaska, en ég væri líka alveg til að taka tölvun til og vinna bara á treinindum út á götu, sko. en þarna ég að nýta tíman, bæði að hreyfa mig fá hjarta aðeins til að slá og vinna í tölvunni. En þetta ekki eitthvað sem ég myndi segja, heyrðu, þetta geggjað, ég mæli með þessu. Nei. Veist, farið freka bara í göngutúri 30 mínútur eða svo leis. Nú mikið búið að vera að ræða streitu og það þáttur sem nýkomin út sem streitu, eða þegar þessi þáttur kemur út að vera nýkomin út. Að ertu aldrei hrædd að bara að krasja í daginn, að þú tókst þér of mikið í fang Jú. Ég stundum og ég veit að lofa þessi systir að hann líka, við erum svona mjög leiðar á þessari orku sem við höfum, veist, bara, ég væri til að eyðinni, veist, ég væri til að gefa líka eitthvað af henni, sko, en það er svo mikla minnur. Já, veist, en ég myndi samt ekki taka bakarinn eins og fólki að gera hérna í þessum töluðum orðum, en við erum rosalega orkumiklar og hérna, veist, eins bara ef ég fæ ekki smá hreyfingu eitthvað dag, þá finn ég alveg að hún safnast upp, þú veist, og maður með bara, ok, ekki bara skella þér í smá á æfingu eða eitthvað, þú veist, af því ég veit það sjálf, ég þarf alveg sjálf að vera svolítið búin að tala við sjálf mig, ok, nú ert þú bara að taka easy going dag í dag og allt þetta, en jú, það kemur oft fyrir að maður bara svona, oft, þú veist, ég get alveg talið skiptin sem þú ert bara svona, Jesus, þetta ómikið, sko, og þá líka bara svolítið að deila verkefnum eða við systurnar mjög þjónustu glaðar og þú veist, þegar komum pantana það bara, ok, rettum þessu, förum með þetta, þú veist sendum ég bara, pantinu komin við þurfum bara aðfendana eftir 2 daga, sko, við þurfum ekki aðfendana eftir 2 tíma, þannig við erum bara svona að tala hver aðra nið, svona, hei, þú veist slökum aðeins á. Já, þannig þið segir bara eiginlega já við öllum verkefnum eða, hvernig þið segja nei? Sko, já, við kunnum að segja nei, við erum ekki að vera rosa glaðar að nota en já, við erum hérna, við erum að reyna að nýta það við getum já, þú veist, ég meina ég á mann sem með veist, alls konar hugmyndir, bara rosalega mikið af hugmyndum og bara varðandi allt sem ég að gera og hann mjög hugmyndaglæður ég segi oft nei við hann, kannski það sé eitthvað en það oft, þú veist, við erum sko, ég finn það ef mér leiðist ef ég hef ekki eitthvað svona veist, að ég sé ekki fullið þá fæ ég bara rugglaður hugmyndir, sko, og fer ég það að framkvæma þær mjög fljótt, þannig stundum bara til þess að ég fá ekki veist, meiri hugmyndir til að framkvæma enn meira, menn ég hef ekki getuna til að geta framkvæmt alla hugmyndinar að þá stundur bara gott að hafa nóg að gera, sko. Já. Það hefur ekki pláss fyrir allar hína hugmyndinar, sko. En jú, það búið að vera mjög mikið að gera hjá okkur systrum og við getum alveg sagt að við höfum unni 24/7 get ég kvartað undan því? Já, ég get alveg kvartað undan það, ég hefði viljað sinna sjálfu mér og fjölskyldunni meira en hefur gerst ég ánægð með vext á fyrirtækinu? Já, 100%. Það er náttúrulega enginn sem segir nei við því að þú veist, það er svo frábært að það gengur svona vel en það er líka erfitt að vaksa hratt. Já. Og hérna þegar þú ert svona eigin hugmyndasmiður þá ég ekki bara að tala um að ég sé hugmyndasmiður, heldur bara við tímið AM tímið að hérna við erum öll rosalega hugmyndarík og erum,
þú veist, ef ekki kemur til mín og segir eitthvað við mig, þá, þú veist, mun ég, já, heyrðu, við hljótum ekki að gera það fyrir þig og reynum að finna alla leiði til að þú veist, gera fólki til geðs, basically. Það er svolítið ríkt í ykkur systrum, er það ekki? Svona... Jú, það er svolítið þannig. En það erum að búa til kærleik í krukku. Við erum einhvers þar að setja hana kærleik. Og að, þú veist, einegi tvíburar, finnst þér erfitt að segja ég? Þú segir svo mikið við og ég spyr líka þið og allt þetta. Já, þú veist, ég er ekki eins og búin að hugsa út í hvort ég að segja ég eða við eða stundu fer ég svona, ég við, þú veist, eða við ég, en já, getur vel verið að mér finnst erfitt að segja ég. Það var kannski meira sem ég sagði ég því að ég var sérst, ein í mörgu áður og Lofas að fór að vinna með mér. Þá var ég kannski meira í ég og náttúrulega áður en ég stofnaði fyrirtæki líka, bara í mínum rekstri að þjálfa og þjálfa á netinu og allt þetta. Að þá var maður náttúrulega kannski bara ég dæminu, en í dag er þetta bara við, sko. En þú veist, ég á mitt líf, hún á sitt líf, við höfum okkar eiginmenn og okkar börn og allt það, hún á sín barnabörn og ég á mín barnabörn og þú veist, við erum alveg sikur fjölskyldan þó við séum öll samrýnd, sko. En þeir eru rosalega nánar og náttúrulega hafið í gegnum æfuna unnið alltaf eitthvað saman. Já, við erum mjög nánar, við erum það og það kannski, þegar ég bauði Lofísu að koma að vinna með mér, að þá tók hana alveg dágóða stund að ákveða að koma inn á mér, ég skilði það ekki, tók hún alveg 3 mánuði, en hún kom yfir og hún var að reyndar á mjög góðan vinnustaf fyrir, hún var að vinna hjá Kristjánu, bróður mínum, fiskikonginum, þannig að hún var á góðum stað fyrir og ég skil vel að hún hafði þurft smá tíma til að koma yfir. En ég sagði við hana, já, þetta verður bara, þú veist, easy going, þú veist, þú bara kemur og við tökum daginn, getur mér að fara bara dekurdag svona einu svona viku eða eitthvað og þú getur sinnt strákunum, barnabörnunum þínum mjög vel og þetta verður bara æðið, sko. Já, ekki það sem ég sagði. Þú veist að ljúga. Basically, sko. En þú veist, fyrirtækið hefur náttúrulega vaxið rosalega vegna þess að þetta er ekki bara ég, þetta er við, sko. Þannig að það er náttúrulega þarf fleiri til að fyrirtækið geti tekið þessa stefnu sem það er að taka núna, sko. Sem er æðislegt, sko. Æðislegt bara. Heiði, hvert er ég að taka þetta næst? Ertu með einhver gildi í lífinu sem að hefur eitthvað spáð í því? Lifir eftir einhverjum ákveðnum gildum? Já, ég lifi eftir gildum en ég er ekki markmið að dreifin. Þannig að ég set mér oft mjög há markmið og þau stressa mig. Þannig, og ég er áleik mínu fólki sem ég er að þjálfa, ég vil frekar svona gildir. Þú veist, mitt gildi er að blómstra í lífinu. Mitt gildi er að nálgast lífi með því að ég geti nálgast þekkinguna og setta hann í viskubrunum minn. Þú veist, ég er bara með stóra viskubrun sem ég get bara deilt úr þekkingu, þú veist. Ef þú vilt fá að vita eitthvað frá mér þá segi ég þér það og það hefur oft verið sagt um mig, Anna, þú þarft ekki að segja allt þetta, þú veist. Fólk er allavega. En gildin mín eru bara aðalega að, þú veist, reynum að sofna glöð og vakna glöð. Reynum að huga að náungunum, kærleikunum, tölum ekki illa aðra, hlustum, nærðu þig vel af öllu, ekki bara af næringu sem þú setur upp í munnina, heldur nærðu þig vel í samverustundum, í bara andaði súrefni, öllu þessu, þetta er bara svona gildi sem við eigum bara basically öll að hafa og ég held að allir hafi þessi gildi. Við bara metum þau mismikið eða forgangsröðum þau mismikið, sko. Já, tökum ekki eftir þeim að því að við erum föst á hamstrahjólinu. Já, fyrir utan það, sko. Fyrir utan það. Bara ég vil að eins og alltaf gott og fyrir mig, fyrir fólki sem ég er að þjálfa og alla að bara hlusta á sinn eigin líkama. Þú veist, ég er búin að gangi í gegnum svo mikið í lífinu og að hlusta líkamann að því það er engin eins. Það er engin með sama fingrafarið. Þú veist, það er engin eins. Þó að Lofísa hafi komist inn á mínu fingrafarið til Bandaríkjanna sem gerist einu sinni. Jú, þetta var algjört case. Þetta er reyndar fáránlegt í Bandaríkjanum með öllum stöðum að þá fórum við saman til Bandaríkjanna og við erum að fara bara í gegnum sikkvart hliðið og Lofísa setti puttan á
og hann bara, nei, þú ert komin inn. Hún bara, nei, jú, þú ert komin inn. Og þá var mitt fingrafar, hennar fingrafar. Það tók okkur 4 ár að leysa úr þessu. Þannig að við komumstum ekki inn á fingrafarinn okkar. Þetta er bara fáránlegt, sko. Þetta á ekki að vera hægt, af því við erum ekki með sama fingrafarið. Við erum ekki, ég hef alveg rífist við tannlæknina þegar hann lagaði eitthvað hjá mér og svo fór Lolla eitthvað 2 mínútum setna og hann bara, ég var að laga, og hún bara, nei, ég var ekki hérna, jú, þú varst hérna, veitir, hvað gerðist eiginlega? Þannig að við erum búin að eiga alveg fullt af skemmtilegu mómentum í lífinu, sko. Þið eru náttúrulega mjög líkar og ég viðurkenni alveg ef ég hitt ykkur í sitt hverju lagi, þá er ég ekki alveg viss hver er hvað. Ég er heldur ekki viss í lítið speil hver er hvað, sko. Nei, við erum mjög líkar, það er alveg svolítið þannig. Hún er aðeins herri en ég, hún Lovísa. Ok, einmitt, hvernig getur fólk þekkt ykkur sundur? Segðu, það sér það að við erum hlið við hlið. Já. En Lovísa reyndi að stækkaði þegar hún var 20, sko. Það tók hún bara 7 cm kipp, bara hvitt. Þannig að ég er aðeins minn en hún. En það, fólk sér það þegar við erum saman. Já, svo er Lovísa með fæðingablett rétt fyrir ofan vöruna, svona, það er fólk svona horfir í andlita, já, ok, þetta er Lovísa. Annars erum við með mjög líkan talanda. Já. Og við erum mjög ólíki karakterar þó við séum mjög líkar í flestu öllu. En þú hefur ekki getað sendt hann í viðtali fyrir þig? Jú, hún hefði samt ekki bara að fara að tala um barnabönnin. Öll barnabönnin. Nei, við erum rosalega líkar í öllu en við erum líka ólíkar í mörgu. Mjög svo. Já. En að þú talaður áðan að þú hefðir gengið gegnum margt um æfina og margt erfitt. Já. Þá veit ég árið 2008 þá það var mjög erfitt ár. Já. Viltu deila því eitthvað og kannski hvaða áhrif það hafði á þig og þína heilsu? Já. Það sem gerðist 2008 var það að ég fæddi dóttur mína Anna Sól á síðustu hluta meðgöngar 38-4 fæddi ég hana andvana og það var vegna þess að ég var með sjúkdóm sem heitir gallstasi og er svona meðgöngusjúkdómur. Það er mjög sjaldgæft að svona gerist en einkennin af sjúkdómum eru mjög algeng og það er mikill kláði, það er svefnleysi, það er lystarleysi, það er þreyta, það er litarhaft, breytist, þú verður gulur, þvag verður gult, hægðir verða gráleitar, fituskel, þetta er alls konar svona hlutir sem kannski ljósmórinn er ekkert endilega að segja þér eða pæli í, sko. En þetta var meðgangunum með 2 hjá mér og ég finn strax bara fljótlega eftir að vera ólétt að þetta er ekki eins og það á að vera því að ég hefði á dóttur mína eldri sem er 18 ára hann í Ísalind reyndar alveg rosalega erfið síðustu klukkutímar fyrir hennar fæðingu og svo fæðingin þannig ég fæði hana basically andvana og kom með naflastrengin hálsinn þannig að hún er bara, tekin frá mér og bara blási líf og svo er hún bara tekin í burtu og þú þarf að liggur bara, þú veist ekkert hvað er að gerast, það er bara fyrsta barnið þitt og bara svona já, þarna er bara svona hluti sem vonandi í dag er aðeins búið að bæta varandi bara samstarf ljósmaður að lækna og þeirra kvenna sem er að eignast börn en meðgangunum er 2 að ég finn að bara fljótlega að það er eitthvað þetta er bara ekki það er eitthvað öðruvísin á að vera það er svo mikið sem bjátar á lokast verið það á svona 17. viku ég fæ svona alls konar bara skrítin einkenni grindagliðin, ég var ekki með grindagliðin en samt var ég með grindagliðin en ég veit að það var alls konar svona en ég sem sagt fæ gallstasan en ég veit ekki það fyrir eftir meðgönguna en það sem kannski kveikti aðeins að perunni hjá mér var að viltu að ég segja alla söguna bara alveg bara eins og þú vilt já, ok, já. Það er svolítið erfitt að útskýra þegar maður er ekki alveg búin að segja alla söguna en ég sem sagt Lofars systir er ólétt hún á stráki í janúar ég fæði Sól í mars við erum 3 vinkonur óléttar, ein vinkonu mín líka og Anna er ólétt og hún kemur inn í hreyfingu, við erum alltaf þar að æfa og hún mæti bara morgunin og hún er svona B-típa og ég bara býtu, akkur er þú hér? Og hún ég get ekki sofið, ég með svo mikið kláða og ég bara, já, kláða, ok, akkur ég bara með klæja rosalega mikið og var ekki inn í lófunum? Jú, bara inn í lófunum og undir iljum og bara á líkamanum og ég bara, já, ok hún vissi ekkert sjúkdóminn, ekki ég heldur, sko
og svo heyri ég bara í henni seinna daginn og þá hefur samband við ljósmóðir eða kvensjúkdómalæknir sem vildi þannig til að henni mákonunnar og hún tekur henni test og þá bara ofar gallstasi og hún bara gangsett og svo ekkert meira, ég var ekki komin eitt kláða almennlega en ég var alveg farin að vera svona vel gul og augun í mig voru gul veist, ef ljósmóður mín hefði kveikt að peruna sem hitti mig iðulega veist, ég er enn með gula lófa sko, ég er með ör eftir gallstasan þannig að það var allt gult hjá mér sem hægt var að gult ég fer svo viku áðurinn ég á sól að þá ég komin í svona sótt ég finn það, þú veist, það 5 minútur milli eitthvað og frænka mín ætlar að taka móti sem var að læra ljósmæðurfræðina þá á loka ári og ég hef samband við hana og ég ákvað að ég vildi fæða í potti af því að ég hafði verið vist fæðingunni á Lovísu í janúar með steinasker og mér langaði að fæða bara í heitapottinum þannig ég fyrir heitapottin og ég var búin að vera þar í rúma 6 klukkutíma eða eitthvað og það kom alltaf bara þessi sami tími 5 minútur, ljósmóðurinn sem var á vaktinni tekur mig upp á pottinum og segir það ekkert að gerast, þú bara kemur upp á pottinum og þú fer bara heim og ég bara heim já en þú veist, ég er í sótt þú veist, getið ekki hjálpa með neitt og ég hugsaði náttúrulega bara fyrir fæðingu líka og frænka mig segir við ljósmóðurinn hvort ég vil ekki kíkja bara fyrir fæðingasögu og hún segir nei, við þurfum þessi gett og Ingo segir, maðurinn minn segir ég fer ekki með hann heim, þú veist, þið verðið bara að gefa henni eitthvað til að því ég gallstasinn að þetta, allavega það sem varð hjá mér var að ég rosalega lista með enga matalist og svaf bara ekki neitt. Ég átti svo erfitt með að festa svefn og bara hvíla mig. Og hann segir bara, þið verða að gefa henni eitthvað til hann hvílist, þannig ég fekk nálastungur og eitthvað svefntöflur og svaf til miðnættis. Fer svo heim og vaknaði morguninn bara rosalega veik, bara með háan hita, mikið ón í mér og hringi upp á deild og segja að ég sé bara komið bara mikið ón í mig, komið háan hita og það bara sé eitthvað að. Það segir mér að koma upp í dyr og ég fer upp í dyr og ég setti mónitor og þar láta mig skirpa í glas og greina mig með kíósta og láta mig á sýklalyf og ég leta þær vita að ég sé með ánum fyrir pensilíni, alltaf leið með það. Ég fæ töflunar, send heim og ég hugsa, ok, þetta ekki eðlilegt fyrir afturinn á deild, svona var bara fór á deildina, láta tjekka á mér, heima aftur, alltaf send heim og ég var bara beðin að fara út í göngutúr, hreyfa mig, borða og reyna að gera eitthvað til að hressa barni við og ég var svo sjúklega veik, ég var bara með háan hita, bara með flensu og ég segi, ég get ekki einu sinni gert neitt og það þarf mikið til að leggja mig í rúmið sko. En var þá sem sagt tekin hjartslátturinn á barnið? Já, alltaf? Bara mónitor já, og það bara, hún löt þá var hún var það talið að hún hafi látist á 5. deginum viku eftir, ég fer fyrst upp á deild á 1. deginum í pottin, vikuna eftir á ég hana þú veist ég sem móðir kemur upp fyrir línuritt, þú horfir á línuritt þér ekki sagt neitt, það er bara eitthvað svona, og svo er bara 10 metra eitthvað í blaði sem er sett í eitthvað skúffu eða í umslag og þú þarft að spyrja ég var alveg duglega að spyrja ég hefði ábyggilega mátt að vera miklu duglega að spyrja heldur en ég var ég hefði líka átt að berja meir í borðið og láta vita tilfinninguna mína það er svo margt að því við erum svo fljótar að já, þetta er alveg rétt hjá ykkur þú veist, maður hlustar á að því við höfum innsæið og við eigum að hlusta á það ég ber ekki kul til sjálfs míns eða neitt út af þessu ég hef aldrei getað gert neitt en ég sem sagt er meira sér ekki vinnun og það var mikið sagt í þeirri vinnu sem ég var að vinna þá að því ég var bara heima veik og oftast hefði nú mætti vinnuna veik sko en svo á miðvikudeginum eftir ég hef búin að fara upp á deild og greint með glindagliðnun og alla pakkan sem ég var alls ekki með þá man ég að ég bara tók Ingo fyrir upp í rúm og segi ætla að koma upp í rúm og klukka var rétt 10 og ég tek fjárstýringu og segi nei, tek hana og ég stilla á ópera og svo bara 22:02 og ég man svo sterklega eftir þessu að því ég fæ þarna byrja bara sturlaði kláði ég var alveg búin að vera með kláða að því að Ingo sérstaklega, ég tók ekki mikið eftir hann man bara eftir að ég var að nutta fæturnar í rúminu bara í svefni í svefni sko
og og ég var alveg að klóra mér en ekki svona, þarna var þetta bara súrrealist, það var bara gaffallið, það var ekkert sem ég gat stjórnað klóðanum, alveg sko til að styrta eða hvað sem Inga vaknar svo í morguninn og segir hvernig Eyvar ég bara með styrlaðan kláða og hann segir, allir sést ekki bara með það sama á vinkona en Anna, þú veist, bara með já, kannski, þú veist þú vilt bara vera gangsið, þú bara, já, ég fæ bara gallst að vera gangsið, þetta var búið að vera mjög erfitt ég fer svo í vinnuna þetta þegar það var launatíðanbil og harkast að mér og finn svo að ég bara svona 2 leitið þá ég byrjuð sótt aftur og ég segi, ok, þú veist fyrir ekki notabenni með gaffalinn og allan pakkar í vinnunni sko, að klóra mér að fullu ég heyri frængu minni og beða hann að kíkja á mig og segi bara, ok, ef ég með eins í útvökkunni eins og á föstudaginn, það bara harkaði þetta mér þannig að það var hessi pakki sko og hún kemur til mín og bara horfir hann bara leist alls ekkert á mig sko segi bara, heyrðu, við förum bara niður á stofu eða niður á deild og tjekkum þetta eina skiptið af öllum tugunum sem ég og Inga fórum inn á deild sem hann fer ekki með mér þannig að ég fer ein niður með henni og ég sest í sófan og hún tekur bara svona lítið mónitor ekkert að gerast segir, hann lítur að bila batterísleysi eitthvað nær í annan, það ekkert að gerast og svo bara, hei, við þurfum að fara upp á bekkin og í leiðinni fer hún og talar við ljósmóður sem kemur fyrir svo fram næri sérfræðing og hann tjáði mér að hún sé látin þarna var ég ein með frængu minni maðurinn minn heima og Lóvísa systir alltaf að vera við þessu tvæðinguna og ég hugsa bara, ok, ég get ekki hringt í Ingu og sagt, dóttur okkar látin hvað get ég gert og ég hugsa bara, ég vil fá keisara bara, þú veist, ég þarf bara eiga núna, ég vil bara keisara en sem betur fer að þá sagði Jens sérfræðingurinn það væri betra að ég myndi eiga bara upp á eftir fæðingu að ná mig betur og allt þetta og ég sé ekki eftir því að hafa áttana því að allir rempingur, allt sem ég átti fór í þetta moment þess, þú veist öll þessi orka, allt þetta power þetta er bara eintóm ást eintóm kærleikur, eintóm ást sem fór í dóttur mína ég fæ bara gæsahúð já, ég fæ gæsahúð bara yfir þessa sorg sem hefur já, bara sem tók mig þarna sko það gerist eitthvað það er svo magna sko að ég vildi ekki að neitt myndi upplifa það sama ég var að upplifa þess að gigantísku sko ég get, þú veist að missa barn, þú veist, fólk sem gengur í gegnum eitthvað að missa barnið, þetta er bara svo mamma mín horfir upp á barnið sitt missa barn, þú veist, mamma mín er alltaf mamma mín, ég er alltaf þú veist, þó að mamma mín sé eldri kona, þá er hún mamma mín sko, þú vilt ekki að barnið, þú veist aldrei að barnið þjáist sko þannig að ég hugsa bara, ok, hvernig ég tekla þetta, Inga þarf að koma niður til, hann má ekki vita þessu, af því að Jens sagði mér það að rannsóknir vilja eða segja að það er betra sérfræðingur tjái föður svona ástand heldur en að ég gera það. Þannig ég hringi Inga á sultuslögg. Bara ég er hérna bara í sótt og það er bara fínt að þú gerir tilbúin, mamma er að koma heim og ætlar að vera með krökkunum með að þú kemur niður eftir. Af því að fyrst sagði Jens viltu fara heim og ég bara heim. Ég er ekki að fara heim núna sko. Ég er bara að fara að eiga dóttur mína. Og veist, þið þurfum bara að gera eitthvað til að hjálpa mér, þið þurfum bara að sprengja belgin eða hjálpa mér sem þau gerðu og í þessu tilveki eru kallaður út ljósmæður sem eru sér þjálfaðar í að taka móti andvana fæðingum af því að hún er fullburða þegar ég á hana og ég hringi svo í Lovísu, sultuslögg, mín minning er sultuslögg og segi við hana að hvort hún geti beðið mömmu að fara heim og vera að krakkunum að því Ingu þurfa að koma niður til og hún aðristir að þessu og ég hugsa, ok, þetta tekur svona 7 mínútur, hringi aftur í hana og er mamma farin? Já, ok, þá sagði ég henni stöðuna og baði hana ekki um að koma. Bara, þú ert ekki að koma og nýbúin eignast barn að vera með mér á þessari stundu. Já, hún var með pínulítið barn. Já, og hérna Steinn Áskeva rúmlega 2,5 mánaða og segja við Jónstein stjúpa minn að hvernig staðan er og hann farið svo með söguna eða þetta til mömmu og látið mömmu vita
þannig að hann sé hjá mömmu með krakkanum og allt það. Umhyggjusemi þín bara fyrir alla aðra já. á þessari stundu náttúrulega ótrúleg. Þú sem erfið sporum. Ég held sko að það myndi ábyggilega flest allir fara svona að þessu. Ég held að ég myndi ímynda með það. Þú vilt ekki þetta er bara sem ég hugsa sko. Það getur vel verið það sem vill en allavega var ég mjög mikið að passa að enginn myndi finna þessa tilfinningu sem ég myndi finna því ég viss alveg að þau myndi finna hana setna sko. En svo kemur Ingo upp yfir og enn í dag er það bara það moment þegar hann kemur inn á stofu, inn á hreiðrið, það bara þetta er bara eins og þetta hafi gerst á hann en ok svo förum við inn á stofuna þar sem ég á hana og ég segi bara já, ég vil mænstungu og þú veist, það vildi þannig til að ég þurfti hann að fá hann nokkru sinnum þegar þeir fundu ekki þannig að ég var vel dópuð og ruggluð þegar næsta dag leið að finna bara hver eins tilfinningu en nóttina ég á hana bara rétt eftir miðnætti til 18. mars nóttina að þá koma mamma, Ólafur systir og tengdaforeldrar mínir þarna var ég ekki búin að skipuleggja neitt þetta er dýrmætustu stundir sem ég hef átt bara, þetta er svo þau fengu að halda á henni, vera með henni sjá hana, að þetta er bara barn, þetta er bara fullburða barn og þetta moment er svo fallegt og kærleiksríkt og þarna var svo, finnst mér svo aðeinslegt ég stjórnaði þessu ekki, þú veist ég hef aldrei lyft þetta að ég hef aldrei viljað láta þau upplifa þetta sem þau upplifu sem í dag er svo dýrmætt að þau fengu að upplifa Bæði heilsinu og kveðjana Já, bara að fá að taka vera með þeirna, þú veist þetta er bara ólýsanlega stundir en ég sagði þarna við Ingo bara nóttina við verðum að láta hana frá klukkan 7 í fyrramálið ég vil ekki að krakkarnir vakni og þau halda að mamma sé komið heim með barn þú veist, ég vil segja þeim þetta sjálf en meðan ég var í fæðingunni þá var ég alltaf bara stelpur ljósmæðunar þið verðið að tjekka gallstassa ég vil láta tjekka gallstassa það er eitthvað að, ég veit að það er óalega þessu kláði það með blóðpröfu eða? Já, það er blóðpröfa en það var sagt til mig sko að því að maður ánæmi fyrir pensilín og fekk hérna lyf í bronkitissunum ég var líklega bara með ánæmi fyrir því þekstuna var ekki hlusta nógu vel á það væri líklega bara ánæmi fyrir því og ég barðist alveg fyrir þessu og ég á hana aðfórnum föstudags og ég hélt áfram að tala við ljósmæðurnar við fyrir svo heim en morgunin setjum sól í bara kistu eða í hérna svona vagn eins og þú lætur barnið frá þig þegar fyrir vöku eða eitthvað og ég fer bara heim og ég man basically ekki þú veist ég kom heim svo man ég ekki þú veist man ekki fyrir en ég vakna bara hádegið og ég er svo þurr að ég bara ég drakk að því að það er náttúrulega dælt í alls konar töflum og eina af þessu töflum eru til að þurrka brjóstamálkina en þú ert bara látin fá eitthvað þessu töflu en það getur vel verið að vera útskipt alls konar fyrir mér ég bara man ekkert eftir neinu sko eða ég man eftir því og það ég hef bara glemt því sko en svona það sem mikið líka eftir fæðingu sem gerist hjá mér sem er svona bara surrealist en á föstudeginum þá hafa ljósmæðurnar sambandi ég segi ég vil taka í gallstassa-test og það var bara svona já ok svo ringja þær í mig föstudagskvöldinu og segja heyrðu við ætlum bara að koma og taka testaður á laugardagsmorgninum ertu fastandi það tók upp blóðpröfu og þarna á þessum tíma voru testin bara tekin blóðpröfuna voru teknar anytime en bara tjekkað á miðvikudögum þannig að ég fekk ekki út úr síninu fyrir á miðvikudeginum og miðvikudagskvöldinu þá kom þær heim og láta mig vita að ég hafi verið sko í bara hæsta ástandi gallstassa sem hægt var þannig að það við er svona 30-40 þá er svona komin í hættumörkin ég var 120 eftir ég á hana veist, og þetta er bara talið svona akút ástand sko. Hvað er að gerast í líkamanum þú veist þegar það er gallstassi það er að safnast eitthvað upp í lifrin Já, lifrin gefur sem sagt eitrun til barnsins þannig að það sem er svo skrítið við bara kerfi basically að ég eignast stelpur sem er þá fætt 28.03.08 Ingólfsdóttir en það er hvergi tenging við mig á spjöldum eða neitt svo fæ ég bara vita á föstudeginum
að hún sé komið til Akureyrar og ég bara, býtti barnið mitt komið til Akureyrar og ég hugsaði bara, í kistu, í flugvél, þetta er bara já, þetta er bara svona þá eru krufningar, það er náttúrulega verið að deila störfum ríkisins, þá voru krufningar Akureyri, en tilfinningin við það að barnið sé allt í einu statt á Akureyri, ok, hún er dáin, ég veit það, en hún er ekki orðin engjalla himnum fyrir mér þarna er þetta bara barnið mitt ennþá, bara örfáum klukktum eftir ég á hana. Þarna var svona hlutur sem hefði alveg mátt upplýsa okkur og ég veit ekki hvernig það er í dag, því miður, hef ekki bara hugsað út í það, en ég vona að kerfið sé búið að binda í alls konar og laga fullt af spottum, en þegar ljósmæðandi komið til mín og láta mig vita þessu, að þá voru við búin að ákveða jarðana á 5. deginum. Á 5. mótninum, þá er hún komin í bæinn sem sagt, á 5. mótninum þá ringir krufningalæknirinn í mig og segir að hún sé fullheilbrigð, að ekki sést neitt að henni og þeir geti því miður ekki sé orsökin fyrir því að hún hafi fæðst andana. En ég alveg, já, en ég var að greina sem að ofan gallstassa. Já, ok, það segir mér eitthvað. Allar himnurnar í henni voru gular, hún var öll gul. Þannig þarna hefði hann kannski átt að sjá eða kannski hafa skilabóð með gallstassa sem búið setna heldur en hann hafði krufið hana. Að þarna hefði skýrslan mín átt að koma fljótlega og láta vita en náttúrulega gallstassa ekki núna er að hlutinni gerðir öðruvísi en þarna er kannski eitthvað sem einhver lærði af vonandi að fólk viti þá núna fyrr ef barnið krufið hver ástæðan sé ef það er andvana fæðing, sko. 16 ár síðan, ekki? Já, það er 15 ár síðan. 15 ár síðan, já. Úf, já. 15, já, já, hún hefði verið 15. Nei, hún hefði verið 16 ára, hvað er að mér? 16 ára, já. En svo er það svo líka margir hlutir, sko, þú veist, eins og þegar þú ert með barn á brjósti þá dregst legið eitt saman, en ég er ekki með barn á brjósti, það dregst legið mitt ekki saman. Svo bara á laugardeginum, eftir að ég er á hana, þá fer ég að klósta og ég bara, já, sæll, hvað er þetta? Þá rann leiðið á mig bara út. Já, þetta er mjög skrítið, en engin sársöki sem fylgir, þetta er bara svo að fá höfuð út úr leiðin á sér. Ég er mjög opin hérna núna greinilega. En ég var bara, hvað er þetta? Svona liðið að vissi ég hvað þetta verður og ég bara svona ítti þessu upp og bara, ok, þetta er ekki eðlilegt. Hringdi í ljósmæðurnar, létar vita af þessu og það segja, þetta er ekki eðlilegt og þetta er bara leg sig, alls ekki sárt eða neitt, þetta er bara leiðið, bara fara út úr líkamannum að þér bara, basically. Þannig að það sem þarf að gera er basically margar konur sem eru orðnar eldri og eru með leiðið, það er oft tekið svona hengt upp, en þarna þurfti ég að fá bara svona ring, settur upp, en það sem gerist líka við svona er, ok, mér langar að eignast annað barn, ég get það ekki, veist, þetta er tilfinningin, þú ert með sjúkdóm, þú ert þarna, þú veist, það var allt svona, allt sem sagði mér að ég bara gæti bara ekki átt börn aftur og mér var ráðlegt að eignast ekki fleiri börn, en svo bara kemur engill að himnum bara sem ég á árið setna í maí, Emilíu. En þar var ég bara komin á gallstassa-lyf sem eru nýrnalyf á 7. viku og var að þeim og var svo gangsett með hana á 34. viku, en ég var alveg að fá bara strax hækkandi mjög hátt í gallstassa og var bara í testi alltaf en að því að þetta gerist fyrir okkur að þá fór maðurinn minn bara fullu í að skoða allt gallstassa og það eru samtöku í Póllandi og Bretlandi, tíðnirnar eru mjög háar í Chile og Póllandi á gallstassa og bara fór að sökti sér bara onni mikið af, bara öllu sem tengdist gallstassa og við hugsuðum hvað getum við gert til að vekja á umtal þennan sjúkdóma því að það er hægt að koma í vegfæra andvana fæðingu út af gallstassa en við sem mæður, konur þurfum að vita þennan sjúkdóm. Algjörlega. Þannig að við fórum eftir að við hefðum gefið ísbjörnin, margir sem halda að við hefum gefið ísbjörnin hring út af því sem við gengum í gegnum en við vorum búin að gefa hann. Þannig er svona örlög, basically hægt að segja. En þar fengum við að kippa í smá spotta með því að vera komin með ísbjörnin og þekktum aðeins til á spítalunum og fengum mjög fljótt viðtal hjá landlækni
með það að gefa út bækling gallstassa, meiri rannsókn, meiri fræði í ljósmæðrafræðinni, meiri, þú veist, bara allt til að betrumbæta það að gallstassi yrði meira vakandi hjá ljósmæðrum og ég veit að fyrstu árin ég hef heyrt að það hefur ekki að konur eiga að fá bæklinga gallstassa. Ég hef heyrt að það sé ekki allstaðar en svo hef ég heyrt út á landi það að konur látnar vita í fyrstu heimsókn til ljósmæðra að það séu að gallstassi sé sjúkdóm sem hann alveg algengur, þú getur fengið 4 hver kona að fær gallstassa. Það svo algengt? Já, en hún færð hann ekkert endilega á háu stígi. Þú færð bara það kemur hreyfingu gallsýruna. Þannig að bara hættulegur ef hann fyrir yfir ákveðin mörk. Já, yfir mörk. Og það gerist oft í 30-31. viku. Þess vegna ég búin að berjast svolítið fyrir því að konur fari bara í blóðpröfu. En það kostar allt mikið. En þegar þetta gerist fyrir mig að þá voru blóðpröfu bara gerðar einu sinni í viku. Nú síðast því ég vissi þá það gerðar á 3 og 1. Sérst tjekkin, blóðpröfu alltaf teknar en tjekkin á blóðinu gert á 3 og 1. Síðast því ég vissi að kannski búið að breyta eitthvað núna. Þegar maður fer gegnum svona ofbáslega erfiða lífsreynslu hvernig áhrif hefur það á þig eins og bara í dag, ef þú hugsa tilbaka hvaða áhrif hefur þetta haft á þig sem manneski Sko ég held mest það sem ég hugsa svolítið bara náungin, þú veist ekkert hvað náungin hefur gengið í gegnum þú veist, eins og bara umferðin, þú pyrraður í umferðinni og þú veist, þú kannski manneskjan keyrir hægt að þið bara fá okkur fréttir eða ég segi oft, þú fyrir bakari og það komið að þér og þú ert ennþá að hugsa og fólki fyrir aftur að þú finnur svona hefur verið að pressa á þig en þú veist ekkert hvað manneskja fyrir fram að þig hefur gengið gegnum, kannski, hún getur óákveðin, getur það, en kannski bara fekk hún einhverja fréttir, hún bara en langar að fyrir bakarið með eitthvað bakkelsi fyrir eitthvað fólk sem að gangi gegnum eitthvað eða veist, hugsaðu náungan segi ég veist, það hafa allir sína sögu verðu virðingu fyrir sögum annara verðu virðingu fyrir fólki hlustaðu á þig hlustaðu á þitt innsæi hlusta á þinn líðan númer 1, 2 og 3 oftast vitum við hvað að börnunum okkar af því að þau hafa verið inn í okkur þú veist, við vitum oft hvort það sé eitthvað svona ykt eða þú veist við höfum innsæið notum það, ekki íkja það nota það bara, já, getur verið þetta ok, láta skoða það lærdómi fyrir mig veist margir segja að þú veist, ertu reið ég get ekki verið reið veist, af hverju ætti ég að vera reið af því að það fer ótrúlega mikil orka í reiði og mér langar það ekki þess að ég get verið sár en ég er ekki meinin það hefði verið hægt að laga alls konar ég hefði geta átt barnið mitt eins og ég vill en það er oft sagt hefði við getum ofta ekki breyta eftir að það er miður þarna var þetta bara ótrúlega erfið og dýrmætt þú veist ekki, þetta er ekki dýrmætt reynsla þetta er ekki falleg reynsla en þetta er samt reynsla og sorgin er náttúrulega svolítið svona eins og öldur mér finnst það svo falleg samlíking svona kemur í bylgjum, upplifir það ennþá já og sorgin það sko við getum verið að syrgja á misjafnan hátt ég get verið að syrgja rosalega fyrstu 3 vikurnar og svo bara eins og manni minn hann fór að syrgja mjög langt á eftir mér margir hugsa líka að sorgin sé tár sorgin þú þarft ekki að gráta til að syrgja þú er svona hortaði, býtu, er hún ekki að fara að gráta býtu, á hún ekki að vera að syrgja og ég man eftir því 2 vikum eftir ég átti sól þá fór ég á æfingu í hreyfingu og ég fekk alveg að heyra það aldrei spennt sjálf, heldur svona frá öðrum það væri nú ekki lægi fyrir mig að vera að fara bara að æfa núna ég ætti að vera heima að syrgja sko og ég sagði, býtu, ég er alveg að syrgja en ég líka hlúa að mér ég líka næra mig veist, að við þurfum næringuna við getum lokað okkur inn af en ég held að það græðir enginn á því og það sem þú vilt ekkit endilega að fólk þú veist, þegar þú lendir í þessu eða missir maka eða barnið þitt eða
afa eða hvernig sem að, þú veist, ég hef heyrt, já, þú veist, þú ert sko að missa afa en sko, þú veist, ég er að missa pappa minn, það skiptir engu máli, þetta er bara fólk, þú ert að missa eitthvað, það er bara svona eins og eitthvað keppni, hver er að missa hvern, þarna það skiptir engu máli, engu máli, af því að sorgin er bara þitt, það er bara þitt, það er líka ást, umhyggja, kærleikur og að vera elskaður er algjörlega þitt, þannig að við skulum bara alltaf bera virðingu fyrir ást hvers annars, sorg sem við glímum við eða ekki, gleði, við erum ánað að vera glöð, við erum ánað að geta glaðst, því að þú veist, við getum öll glaðst en við þurfum mörg að hafa fyrir því, þannig að þú veist, við erum, já, þú veist, ég get setið hérna að tala endalist hvað mikið hefur gert, hvað svona hefur gert fyrir mig, bæði byggja mig og vera sterkari og það hefur kent mér alveg ótrúlega margt og líka bara fólkin hringin kringum mig, sko. Að við eigum það eiga allir einhverja sögu, hún er misjaflega erfið, misjaflega sterk, en það eiga allir sína sögu og við bara berum virðingu fyrir sögum annara, sko. Sama hvort þessi stór, rosastór, það eiga allir einhverja fallega sögu eða erfiða sögu að segja, sko. Það held ég. Algjörlega. Það er svo erfitt að fara úr svona einhverju svona djúpu og svo yfir eitthvað létt. Já, en þú veist, ég kannski held lífinu líka áfram að því að ég er létt, skilur við? Ég veit að ég þarf að hafa léttleikan og fólk hefur oft spurt, ert ekki morgunfúl? Ég bara, ég veit ekki hvað er að vera eitthvað svona vakna upp grömpi, sko. Nei. Og hérna, ég bara veit það ekki, ég hef aldrei eitthvað vakna upp grömpi, alveg sama hvort ég vakna upp klukkan 9 eða 5, sko. Ég bara vakna og fyrir fætur, sko. Það veist, ég hef alveg komið fyrir að mér langar að sofa lengur en ég er ekki grömpi við, sko. Það er alls ekki, sko. Er eitthvað sem að þið langar að segja svona lokum? Já, ég held að ég sé nú búin að impra svolítið vel á því, sko. Það er bara þetta innsæi og líka bara eins og bara ef þú færð hugmynd, þú veist, framkvæmdana, ef það er eitthvað matarhugmynd, þú veist, að gera eitthvað varandi að búa til eitthvað, þú veist, ég meina, ég byrjaði á því að leika mig sjálf og svo bara, ok, hlusta á hvað aðrir vilja, þú veist, við systur stöndum kynningavaktin í búðum alveg hægri vinstri og besta kynningin er að fá beint í andlitið hvað fólki finnst og upplifun og allt þetta að, þú veist, ef þú færð hugmynd framkvæmdara, fáðu aðstofið að framkvæmana, just ekki liggja á henni, af því að við græðum ekki á því endur að liggja á henni, deildinni með eitthvað sem hún treysti er til, deildinni með eitthvað sem hún fær stuðning, þú veist þú fær stuðning frá einhverjum. Ef þú hefur heilsu, hreyfðu þig, veist, þú þarft ekki að hlaupa 10 kilometra, hreyfðu þig bara, þú veist, gerðu bara, hugsaðu bara þegar langi vera alltaf í súlingur eða táningur eða, þú veist, það er svo gaman að geta haft orku og hugsaðu líka bara um þessa andlegu heilsuðina, þegar hún er partur af þessu, félagsheilsuna og allt þetta, húðin, þú veist, ég get verið hérna bara, það veist, taktin kollagen, þú veist, við komum hérna bara í þessa veröld til að gera góða og skemmtilega hluti, bara keep going, sko, ég segi það. Já, geggjað. Minnst þetta bara mjög góð lokaorð. Já, takk. Og takk fyrir að deila þessari erfiðu lífsreynslu og hérna, og vonandi bara hefur hún jákvæð áhrif, veist, á aðra. Já. Með því að fyrirbyggja. Já, alveg, ég allan að fæ bara jákvæð viðbröð. Ég fæ mikið af, hérna, já, bara postum og konur að senda mér bæði sem þekkja til eða konur sem hafa gengið gegnum ungar stelpur eða sem eru að verða mæður, bara alls konar, fólk langar að heyri í mér þá er það bara velkomið og svo langar mér bara að þakka þér Erla fyrir þess að þú ert að gera ótrúlega skemmtilega hluti, frábæri viðmælendur sem þú ert að fá og bara skora á þig að halda áfram, þú veist. Þáttur 100, 200, 3000 bara velkomin, sko. Takk kærlega fyrir fallega orð og ég er hvergi nærri hætt, sko. Það er æðislegt, gott að heyra fyrir okkur hin. Æðislegt, takk fyrir. Takk.
Ég hvet þig til þess að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum eða þú ert ekki nú þegar að gera það. Og nú einnig hægt að setja inn ummæli þáttinn og mér þætti rosalega gaman að heyra frá okkur. Og svo auðvitað Instagram, Heilsuerla, þar sem ég seti inn fróðleiksmóla úr öllum þáttunum. Þannig að endilega fylgja mér þar líka.